Þá ætlum við að kíkja aðeins á metrakerfið. Metrakerfið er vísindalegt kerfi sem við notum til þess að mæla hluti. Við erum svolítið föst í að hugsa út frá bara metrum. Metri er grunneining lengdar, en metrakerfið nær yfir fleira heldur en bara lengd. Við erum vön að nota metra í okkar umhverfi og sentimetra og jafnvel millimetra. Við skammstöfum þetta svona. En það eru fleiri einingar. Við vitum til dæmis að í 1 sentimetra eru 10 millimetrar og í metra eru 100 sentimetrar, þannig að það er eining hérna á milli. Hún heitir desimetrar. Síðan er til eitthvað sem heitir dekametrar, hektómetrar og kílómetrar. Það er alltaf 10-faldur munur á milli stiga. Það eru sem sagt 10 millimetrar í 1 sentimetra. Það eru 10 sentimetrar í 1 desimetra. Það eru 10 desimetrar í 1 metra. Það eru 10 metrar í 1 dekametra. Það eru 10 dekametrar í 1 hektómetra og það eru 10 hektómetrar í 1 kílómetra. Hvað eru þá margir dekametrar í 1 kílómetra? Jú, 1, 2 stig, það þýðir 10 sinnum 10 sem eru 100. Það eru 1000 metrar, 10 sinnum 10 sinnum 10, 3 sinnum 3, 0. Þannig að við teljum bara hvað við þurfum að fara langt niður. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 0, það eru 1000, það eru milljón millimetrar í 1 kílómetra. Við notum þetta þegar við þurfum að breyta á milli eininga. Og nú ætla ég að setja inn í svona töflu hvernig ég ætla að breyta 1 metra í desimetra. Þá skrifa ég metrinn inn hér, 1, og þá er komman í raun og veru, hér er það ekki. En það er ekki skrifun en komma því þetta er bara 1. Ég ætla að færa yfir í desimetra reitin, þannig að ég færi kommuna hingað. Og ég ætla bara að skrifa kommuna núna, þó sem hún þurfi ekkert að vera þarna. En hvað vantar hérna? Jú, það vantar 0. Þetta eru 10 desimetrar. Sama hér, 12 sentimetrar. Þá skrifa ég ekki bara 12 í þennan reit hér. Ég verð að skrifa 2 hér, því að það er talan í einingasettinu og svo 1 hér. Þegar ég er bara með metra þá má ég bara setja eina tölu í hvern reit. Ég ætla að breyta í millimetra. Það þýðir að komman verður að koma hér. Þá verður ég að setja 0 til þess að fylla upp í 120 millimetrar. 135 desimetrar. Hvaða tala er í einingasætinu hérna? Jú, það er 5. Þá fer 5 í desimetrareitin. Svo kemur 3 og svo kemur 1. En nú ætla ég að setja breytus í metra. Þá finn ég metrareitin, set kommuna þar. 13,5 metrar. 367 metrar. Hvaða tala er í einingasætinu? Jú, það er 7. Það fer í metra. 7, 6 og 3. Ég á að breyta í kílómetra. Þá setjum ég kommuna hingað. En má ég skrifa bara 0,367? Nei, við viljum frekar hafa 0 þarna fyrir framann. 0,367 kílómetrar. 1,7 metrar. Hvaða tala er núna í einingasætinu? Jú, það er 1. Þetta eru metrar. 1, komma, og nú skrifa ég ekki kommuna. Ég veit að komman er hér, en ég skrifa hann ekki af því ég ætla að færa hana. Og ég ætla að færa hann yfir í desimetrareitin, hann er hér. Þannig ég set hana hér, en þarf ekki að skrifa hann í svarinu því að svarið er 17 desimetrar. 12,77 dekametrar. Það ætla að breyta því í desimetra. Hvaða tala er í einingasætinu? Jú, það er 2. Hún fer þá í þennan reit hér, 1 hérna. Hvert fara 7-nar? Hér og hér. Komman er hér. Ég ætla að færa hann yfir í desimetrareitin. Hann er hér.
Þannig ég skrifa komuna hér þó ég þurfi þess ekki. 1277 desimetrar. 1 kílómetri. 1 hér. Hvað eru millimetrarnir? Þeir eru hér. Þannig ég þarf að fylla upp í alla leið hingað. Þessi koma þarf ekkert að vera enn, en ég set hana samt svona mér til aðstoðar. Og eins og ég sagði áðan, það er 1 kílómetri, milljón millimetrar. Hvaða tala er í einingasætinu hér? Jú, það er 4. Þá set ég 4 í metra. Svo kemur 3, 2, 1, 5, 6, 7. Komman mín var hér. En ég ætla að setja hann í millimetrareitin. Sjáðu þið. Set komana hér þó ég þurfi ekki að skrifa hana. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 millimetrar. Þetta er 1.234.567 millimetrar. Síðasta 1 millimetri. Nú er komman mín hér. Ég þarf að færa hann yfir í kílómetrareitin. Þannig að nú þarf ég að skrifa komuna. Svo þarf ég að fylla inn með núllum alls staðar hérna á milli. 0,00001. Hér eiga að vera 1, 2, 3, 4, 5 0 á milli, 1, 2, 3, 4, 5 0 á milli. Og þetta er í kílómetrum. Þið komist í raun og veru ekki hjá því að læra þessa röð utan að. Því að alltaf þegar þið þurfið að skipta þá þurfið að vita í hvað röð þetta er. Og þið getið alltaf, hvort sem er í prófum eða í tímum, skrifað bara hreinlega upp svona töflu til þess að fylla inn í hana. En röðina þurfið þið einfaldlega að kunna. Ef það hefðu verið grömm í einhverjum af þessum dæmum hér, þá hefði ég gert nákvæmlega eins. Það skiptir raun og veru engu máli. Það eina sem ég þarf að passa er að skrifa rétta endingu hérna aftast. En þá er þessu lokið. Við notum metrakerfið líka í sambandi við grömm. Það eru til milligrömm og sentigrömm og í raun og veru allt sem við höfum verið að skoða. Og það er til í raun og veru nákvæmlega kílógrömm, hektogrömm, dekagrömm, grömm, desigrömm, sentigrömm og milligrömm. Og taflan virkar nákvæmlega eins. Ef ég hefði átt að breyta einhver af